Komið sæl og verið velkomin í Kvöldljós. Ragnar Gunnarsson heiti ég og verið með ykkur í kvöld ásamt Ólafi Hauki og Samúel. Og við komum til með að tala hluti sem að gerast í þeirra lífi og að gerast hérna í Reykjavík sem mest spennandi finnst mér núna í stundinni, á þessari stundu. Og það starfið í United og svo í Draumasetrinu. Það verður mjög spennandi að komast að því hvað að gerast hjá þeim. En já, í framhald af því þá ætla ég bara að vinda mig bara að ykkur. Svo ég bara endurtaki það sem ég var að segja. Ég veit eiginlega ekkert meira spennandi að gerast í Reykjavík í kristna lífinu heldur en starfi sem þið eru með. Já, takk fyrir það. Já. Já, það virkilega spennandi og gaman að sjá hvað Guð að gera. Já. Og já, og rosa spennandi og mikið framöndan virðist vera og nóg af verkefninu og nóg að taka líka. Já. Í mínum huga það þannig sko að ég náttúrulega búinn að vera svona dálítið innan þessa hluti áratugi og það sem að þið að gera tel ég vera bara eiginlega ómögulegt mannlega séð. Já, en það þannig. Það mannlega ekki hægt. Það bara ekki hægt. Nei, en á sama tíma sko það sem að gerist eiginlega þegar United-starfið verið til náttúrulega bara að Guð setur hluti á hjartað þitt. Já. Meina þú gengur, ég á mína sögu sem hún kannski farið í hérna áður og að ganga dimma dali og erfitt að koma tilbaka. Og en það alltaf leið, Guð alltaf með leið, hann með okkur. Og við þurfum stundum hjálparhönd til þess að reisa okkur upp á nýju. Og ég þakkláttur fyrir það að fengi það tækifæri. Og það vil ég gefa áfram til annar og það svona það sem er byrjunin af þessu starfi verður. Það er það sem ástríðan á bak við þetta, það er þessu tækifæri sem þú fengið. Já. Það sem að ég á við og við ætlum aðeins að staldra við og kannski gera umfanginu, svona grein fyrir umfanginu. Sko, það er yndislegt að vera kristinn og þessi þættir þið ganga út af það að það sé eðlilegt og það sé gott að vera kristinn. Það væri mjög þægilegt að stofna svona heimahóp. Já. Það er alveg yndislegt. Já, það er kirkju kannski. Kirkju, einhver svona lítið sætt og ég er ekkert að setja neitt út á það. Nei. En ég er bara að draga það, sko, lítið sætur heimahópur, fylltur heilögum anda og allt svoleiðis. Eða það sem að þið að gera, að þið að fara og hitta það fólk sem að eiginlega, sko, meiripartur en öðru fólki búið að loka á. Já. Og þið að tala við fólk og þið ætlið að vinna við fólki sem ekki hægt að bjarga að mati einhverja, skilurðu. Og það er það sem ég á við þegar ég sagði þetta ekki hægt. Af því að fólki sem þið að vinna með fullt af fólki búið að gefast upp á. Já, og margir sem með einlægt hjarta, með kærleika og búið að gera allt fyrir þetta. Akkur haldið að ykkur tækist betur heldur en Ég trúi ekki að okkur gangi neitt betur heldur það bara, ég held að sé að við opnum leiðina fyrir að Guð komist inn í hjarta þeirra. Ég held að það sé grunnur liggur það. Margir hafa áhuga að hjálpa þeim sem að berjast og margir, það hægt að vinna við alls konar stór og fara heim klukkan 5 og svo maður bara búinn að gleyma þessu. Síðan getur átt þessar hluti sem ég til þess að ég hef eignast og margir eignast í þessu starfi. Það eiga það sem ég talaði áður sem þessi angist í hjartanu fyrir þeim sem úti. Sem svona illa staddir. Já. Og sem á endastöð, jafnvel. Já, af því við höfum verið á endastöð. Við vorum að tala um það bara hérna fyrir þáttinu. Ég dáið þrisvar, tvisvar út í Svíþjóð og svo einu sinni hér. En ég fæ að koma tilbaka aftur. Og auðvitað, ég bara þakkláttur fyrir lífið. En ég get ekki, þetta ekki bara það að ég sé að skila tilbaka því sem að Guð hefur gefið mér. Heldur það bara, kærleikur Guðs og elska þannig. Ef hún sest svona í hjarta þetta eins og hún á náttúrulega að gera við okkur öll, gagnvart hvort öðru. Að ég sé ekki hvernig fólk lítur út, heldur bara að þetta er fólk eins og ég og þú. Fólk sem bara þráir að eignast líf og allir þráða. Það finnum við svo rosalega mikið á stundunum í okkur í United á mánudagskvöldum. Að þetta er sjúkdómur dagsins í dag, kvíði og ótti. Það þarf ekki að vera alkohólisti eða fíkniefni til þess að hafa þennan sjúkdóm. Ef þú býður fram til fyrirbæri til dæmis, að biðja fólk að koma fram sem að berjast í kvíða og ótta, með þennan hnút í maganum sem bara að ganga frá þeim. Bara komdu fram, startu upp og komdu fram og við viða fyrir þér. Þá verður enginn eftir í salnum, það koma til fram. Því það allir að berjast við þetta. En svo við gefum nú mynd af þessu, af því að við fórum ekki á staðinn og tókum mynd af þessu, þá hvað er United, svona í örstuttu, sko, hver hugsjónin? Já, með United, hugsjónin náttúrulega bara það að
hjálpa fólki, það elska fólk til lífs. Fólk sem að berjast við andlegt niðurbrot í lífi sínu. Og sem líður illa. Já, bara sama hvaða hluta það er. Af því við vitum að Guð er lausnin. Og það er fullt af fólki. Þegar að Guð talaði þessa hugsun til mín á sínum tíma fyrir rúm ári síðan eða 2 árum síðan, þá var það að það er að ná í hinn týnda sem eru við veginn. Þessi vers eins og hérna, eitt sem þú gerur einu mínu minnsta bróður, það gerur mér. Þetta er bara, verður að vera lifandi fyrir okkur til þess við skiljum það. Þegar þú beygði eftir honum Gunna í götunni, sem er illa farinn og kannski barinn og skítugur og lyktar illa og allt það, að þegar þú beygði niður og kemur með höndina, að þá sá sem tekur í höndina það er Jesús. Og ef við leið og við fáum þetta inn í okkar líf, þá fáum við skilningin á því hvað hann er að meina í orðinu. Og þetta er ég get ekki eins og Samúel, að við hlægjum ofta ég og Samúel, sko, að ég get undir verið svolítið, það brakkar í mér oft, sko. Og ég sagði að hann var svona jafn leiðilegasti maður sem ég þekkti bara þegar hann var í neyslu. Nei, þetta var svona grín. Nei, hann átti rosalega erfitt við að koma tilbaka. Og United-starfið, af hverju hitti það svona vel inn í hans líf? Af því að hann á þetta rótfest í hjarta sínu. Að það er að styðja aðra. Aðeins að halda áfram að búa til mynd af þessu, af því að það sem að, nú ertu búin að segja hvað hugsunin er og þau byrjuðu, en það sem að mér finnst svo eftirteknavert og vil tala að því ég vil segja frá góðu fréttunum, er þessi sprenging sem hefur orðið, þú veist, eins og núna á hverjum einasta mánudegi þá er bara fullt út af dyrum og ekki bara fólki sem er búið að afskrifa eins og ég var að tala heldur sko alls konar fólki. Já, alveg klárlega. Segðu okkur frá því, hvað er að gerast á mánudögum og hvernig hefur þetta þróast síðasta ár? Já, við vitum nú örugglega minnst þetta við Óli. Það er farið, við skiljum í raun og veru bara ekkert hvaðan allt þetta fólk kemur, sko. Þetta er alveg yndislegt bara einhvern veginn hvernig Guð, sko, og bara þorstinn eftir Guði er orðinn svo stór og mikill í samfélaginu hjá okkur í dag. Af því að ég sé það þannig að fólk er búið að vera þjást í rosalega mörg ár undir hvað sem það er, eins og Óli sagði, það er ekkert endilega bara af alkohólisma, heldur er í raun og veru bara margir búin að vera undirokaðir af djöflinum eins og segir í orðinu. Og þó að það sé svona kannski smá kristnaska í því, en það er í raun og veru bara að fólk er búið að vera þjást. Getur þú undirokað af kreppunni til dæmis? Já, maður getur verið undirokað af mörgu, en í raun og veru er þetta eins og Óli segir, sko, mikill kvíði og ótti og bara vanlíðan yfir höfuð sem að hefur verið í samfélaginu okkar og ég sé þetta sem að þarna er í raun og veru bara að Guðs hjarta fyrir þessu fólki, fyrir einmitt fólki sem að þjáist, það er svo stórt, það er svo mikið, sko. Við langaði einmitt áðan hérna þegar við vorum að tala þetta að þú varst að segja að þetta væri eiginlega ómögulegt, sko. Kom til mér hérna vers sem ég var einmitt að lesa bara nýlega, sko. Lestu það fyrir okkur. Já, að þá er þetta segir í Markús hérna í öðrum kaflanum og í 15. versinu, ef ég byrja þar bara. Svo bar við að Jesús sat að borði í húsi hans og margir tollheimtumenn og bersundið sátu þar með honum og lærisveinar hans, en margir fylgdu honum. Fræðimenn af flokki farisea sem sáu að hann samneytti bersyndum og tollheimtumönnum sögðu þá við lærisveinar hans. Hann etur með tollheimtumönnum og bersyndum. Jesús heyrði þetta og svaraði þeim, ekki þurfa heilbrigðis læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Ekki er ég komin til að kalla réttláta heldur syndara. Og þetta, þannig sér maður svo hjarta Jesú. Að hann var ekkert endilega að fara og gera einhverja svona litla kósí hópa að fara á auðveldustu staðina. Heldur var hann í raun og veru með tollheimtumönnum og það sem að flokkaðist á þessum tíma sem bersynduir. Við skulum enda þessa svona kynning á því að svo er það náttúrulega ekki þannig að það sé bara einhverja fólki sem er í mikilli vanlíðan sem kemur þarna, heldur bara fólk að koma þarna því það er bara heila og randir á staðnum og það er bara yndislegt að koma þarna og maður finnur bara fyrir því og ég veit fullt af fólki sem er á góðum stað sem kemur. Nefnilega. Að því að hlutirnir er þetta líka svolítið með endurreisnar þarf líka fyrir einstaklingar sem hafa kannski verið við hliðar línuna. Það er bara það er búið að vera látið í þjóðfélaginu og það er búið að vera erfitt í þjóðfélaginu en við þurfum að læra að vera yfir aðstæðum. Við eigum félagsara Jesú, hann er með svörin í allt. Herðu, við ætlum að kynnast, við þurfum ekkert að kynnast þér, Óli. Nei. Við vitum allt um þig. Já, gott. En við ætlum samt að fá að vita svona einn á milli, en við byrjum á að fá að kynnast Samúel. Já. Hver er Samúel í dag? Samúel í dag? Heyrðu, í dag er ég einmitt einn af þeim sem að vinna þessu starfi með Óla í United
og það er nú búið að vera löng og löng ferð þangað samt. en sem sagt, já, hjarta mitt einhvern veginn uppfullt alveg á United Reykjavík og þessu starfi sko. En ég veit ekki hvort þú vilt heyra og Draumasetrinu. Og Draumasetrinu sem er náttúrulega partur af United sko. Já, svolítið að þá ertu búinn að segja allt sem við þurfum að vita. Já. Að hérna hvað þú heitir og hvað þú ert að starfa og í hvaða kirkju þú ert. Segðu okkur þá frá þínum bakgrunni, sem sagt bara eins langt aftur þú vilt. Já, sko ég í raun og veru þá ég alinn upp í kirkju. Foreldrar mínir eru frelsaðir og hafa verið alveg bara síðan ég var lítill og það var í veginum og það á alveg bara yndislega æsku sko í raun og veru já, í veginum og mikill þátttakandi þar einmitt sem krakki og bara já, yndislega æsku en flytt til Svíþjóðar svo þegar ég var 13 ára. Þá flytt ég með þeim þangað út, foreldrum mínum. Og þar fer ég svolítið svona aðra leið, mína eigin leið, sem virkar ekkert alltof vel venjulegast. Og það leiðist út í svolítið mikið rugl þar út í Svíþjóð og fer í raun og veru bara byrja að nota fyrir mikla áfengisneyslu og byrja að nota fíkniefni og leiðist út í rosa mikla neyslu þar sko. Bara strax? Já. Svona ungur? Já. Þú hefur verið góður kandidat fyrir alkohólismann. Já, ég var það. Þrátt fyrir einmitt að ég eigi alveg bara frábæra æsku og ekkert út af hann að setja á nokkurn hátt sko. Og þarna sé maður svolítið þessa hina hliðina á einmitt alkohólismannum að það skiptir ekkert endilega máli hvernig uppeldið hefur verið. Nei, og þú þurftir ekkert að þróa neitt alkohólismann með þér, hann bara... Já, hann náttúrulega þróast í raun og veru í gegnum árin en strax, já, eins og þú segir sko. Þú stekkur svolítið svona... Já. Fullskapaður, svolítið. Hvað segir þið? Hann stekkur svolítið fullskapaður, Já, hann gerir það. Ef þú ert komið svona á kafi yfir eitt... Leðið ég byrja að drekka, þá tekur hann svolítið völdin. Og þannig eru mín ár í raun og veru sko 15, 16, 17, 18 og alveg fram til 20. Var þetta ekki mikið sorg fyrir foreldra þína? Jú, gífurleg. Og ég hélt þessu nú leyndu í einhver ár sko. En ég man eftir bara leið og ég sagði, eða leið og þau uppgötuðu að þá var það mikið áfall fyrir þau bæði sko. Já. Og sem skilji í dag. Ég var nú, skildi það ekki þá. Við ætlum nú að gera bæninni skil, sem sagt hvað hún er öflug, en hvar er bænin og nú hafa þau beðið fyrir þér sko alveg í mörg ár. Í mörg ár og hérna sko áður en þú ferð í ruglið sko. Já. Hvar við vitum náttúrulega, sem sagt sko, við höfum þetta að sanna það að bænin virkar. Já. En hvar er bænin þarna að þú skuli leiðast út í þetta? Eða er það... Sko, bænin er alltaf kröftug og virkar og Guð hefur sannarlega allt vald í sinni hendi. En hann náttúrulega gefur okkur hennar frjálsa vilja. Já, það er náttúrulega þannig. Þú nýttir hann til bóts? Ég nýtti hann í bót, það má alveg segja það. Og fór bara villu míns vegar. Það er bara þannig. Hélt að ég væri alveg með þetta og væri hún svo fullorðinn og vissi allt best og kynni allt best og svo framvegis en fer þarna náttúrulega bara í tómt rugl og þannig eru þessi ár en sko svo kemur bænin inn þannig að ég er sendur hérna heim eða ákveð í raun og veru fellst á það að koma hérna heim og fara í meðferð 18 ára gamall og næði þarna einhverjum dögum sko Hvert fórstu í meðferð? Ég fór á Vog þá. Já, í svona afvötnun þá eða? Já, í afvötnun og hélt svo áfram og fór upp á Staðarfell en var nú svo ákveðin að ég vissi allt bestið mitt að ég náði ekki miklum boðskapi þar. Hlæði svolítið að því í dag í raun og veru. En ég næði þarna einhverjum dögum í raun og veru bara eftir ég kem frá Staðarfelli og svo fell ég aftur. En maður sér einmitt bæna að sko svo cirka ári seinna, svona rúma ári seinna, 2001, þá er ég 19 ára. Þá fer ég einmitt í Byrgið. Þá fékk ég laust pláss þar inn sko og vissi nú ekkert að það væri eitthvað kristileg meðferðarstöð eða neitt svoleiðis en fer þangað inn og þá snerti Guð alveg kröftulega við mér. En af hverju fórstu í Byrgið? Það var bara eina sem var í boði í raun og veru á þeim tíma. Út á húsnæði þá eða? Nei, sem sagt þá var ég bara alveg komin í þrota af neyslu og fórstu þess að fá hjálp? Já, ég fór til þess að fá hjálp. Ég var þarna alveg bara búinn á því í raun og veru og var Byrgið þá með svona meðferðarprógram? Já, þeir voru með það og í raun og veru
þá kem ég þarna upp yfir og prógram ég hafði var nú mest megnis í raun og veru samkomur og kristni trú bara á þeim tíma sko. Hvar var þú staðsettur þá? Þetta var upp í Rockville, alveg svo langt tilbaka sko. Þetta alveg 2001 og bara leið og ég kem þarna inn þá snerti Guð við mér alveg kröftulega sko. Og ég ég veit ekki hvernig maður að lýsa þessu, þetta svo magnað alltaf þetta gerist en þarna í raun og veru verður algjör viðsnúningur á mínu lífi sko. Og ekkert á einhvern sko rólegan hátt eða neitt svoleiðis heldur bara snerti Guð svona, hjá sumum gerist þetta hægt og rólega en hjá öðrum gerist þetta hratt og mikið og það var einhvern veginn þannig hjá mér og þarna fékk ég í raun og veru sko svona mína persónulegu tengingu sko í raun og veru á eldri árum sko við Guð vill ég segja sko að þarna ég var náttúrulega yngri þegar ég var í kirkjunni og það allt saman og átti náttúrulega tengingu við Guð en þarna kom það svona og var það lifandi fyrir mér eins og bara að lesa Biblíuna það var allt í einu bara það vaknaði allt til lífsins sko og í raun og veru til þess að svona stikla á stóru þá ég þarna upp frá í cirka bát ár sko í byrginu og ákveð svo að fer eitthvað aðeins út að vinna og eitthvað að vinna en ákveð svo að fara á biblíuskóla í Svíþjóð og hafði náttúrulega búið í Svíþjóð og þá ég semst komin aftur þangað en til Uppsala í þetta skipti og fór þar á 2 ára biblíuskóla hjá Lífets Ord. Var það ekki? Það var alveg yndislegt, alveg frábært og bara eitt af því besta sem ég hef gert sko. En kom menn ekki alveg marinn eða bara í gegn bara þarna og bara bleiki skýi það sem eftir er ævinnar? Jú, það alveg þannig sko. Já, það sem eftir er ævinnar en það finnum eftir því bara hvað maður gerir með það. en þetta var alveg yndisleg marinnering. Það alveg gott orð til þess að lýsa því og þessi kirkja hefur verið mér alveg bara rosalega mikill svona grunnur í lífi mínu eftir það sko. Og alveg yndisleg og elskana alveg, gjörsamlega sko. Og klárlega mín heimakirkja í Evrópu sko. En sem sagt þarna ég, stiklum svona stóri gegn að á 2 ári á biblíuskóla og fer þarna meðal annars á öðru árin í trúboð til Indlands 2 mánuði og þarna fæ ég að sjá Guð gera alveg stórkostlega hluti þar. Það var alveg frábært. Eins og? Já bara, við fórum nú mest megnist, það var náttúrulega bannað að fara í trúboð til Indlands og við fórum mest megnis í raun og veru á milli kirknanna og vorum að uppörfa kristni til þess að fara út og boða Jesú. En við fengum þarna mitt tím, minn hópur, að sem sagt taka þátt í því að Benny Hinn var að koma til Indlands í fyrsta skipti með Crusade. Og það var alveg stórkostlegt. Voru í undirbúningum á því? Já, við vorum þarna í raun og veru með svona bókahotn fyrir sem sagt Lífets Ord sko. Og þetta var rosalegt að sjá, ég hef aldrei séð svona mikið af fólki safnað á einum stað sko. Það var bara eins mikið af fólki og bara eins langt á auga náði sko. Og alveg stórkostleg smurning og gaman að sjá Guð verka svona kröftulega þarna inn í þetta land sko. Og það nú margt að segja frá Indlandi. en það var alveg yndislegt, við fengum að fara þarna í fátækrahverfin og bara sjá Guð verka bara kröftulega sko og sækja hérna týndu en ég klára þessa ferð og kem aftur til Svíþjóðar og klára skólan og kem svo þegar ég búið með skólan hingað heim til Íslands og hérna heima og að starfa í kirkjunni og svona en eftir smá tíma þá poppar allt í einu upp aftur þetta vandamál mitt með áfengi og það ég raun og veru var ekkert, þá hafði ég ekkert neitt þess heldur allt í einu bara einn daginn fékk ég áfengislöngun og barðist við þá áfengislöngun í einhverja nokkra vikur þangað til að ég raun og veru fell sko. Og það var mér rosalega sárt og erfitt af því að þarna... Það hlýtur að vera miðað við það sem undan er gengið. Já, klárlega sko af því að þarna... Ég upplifði rosalega sterkt að ég hafði brugðist Guði sko. Já. Og það varð einhvern veginn svona dóminerindi yfir mér og einhvern veginn misti ég alveg sjónar af náðinni og sá í raun og veru bara dóminn sko. Þannig að mér tekst ekki að standa þarna aftur upp eftir þetta. Reyni ítrekað í raun og veru að fara á samkomur og annað en ég vil, þegar ég lít tilbaka þá vil ég segja að ég hafi bara dæmt mig svo hart
Ég útilokaði sjálf mig bara frá náðinni. Já. Megum við að kryfja þetta aðeins? Megum við kryfja þetta aðeins? Já, endilega. Gerum það, við ætlum að taka hérna smá hlé núna og fá lofgjörð og svo komum við aftur og reynum átt okkur á því hvað getur gerst eftir svona, já, í svona kringumstæðum. Here for my life to change. When the waters stir, you can rearrange me. Just one touch is all I need. I've nothing much but the wounds I feel. I've come to find the hand of the miracle man. Standing at the feet of the miracle maker. Ragnar heiti ég og þeir hérna hjá mér, Ólafur og Samúel. Það var illa komið fyrir þér þegar ég bara var að taka hlé. Já. Bara dettu bara í það. Bara dettu bara í það eftir að vera búin að fara á biblíuskóla og allt saman. Það er eins gott að sé hérna Já. Hugsa sér að þetta skulle geta gerst. Já. Svoleiðis að Óli sagði nú einhver tímann sko að vínandinn hann væri sko sterkari heldur en móðurást og allt saman. Já. Þetta er ekki satt. Það er þessi mörg dæmi það sko. Já. En þetta er, en við erum ekki að fara að fela okkur á bak við það. Nei. Nei. En þú náður þér út úr þessu? Heyrðu, já, sem sagt, svo ég haldi nú áfram með þetta, þá sem sagt berst ég þarna trúarina góðu baráttu eftir þetta að reyna að koma aftur í raun og veru á samkomur og reyna að halda mér við Guð og í samfélaginu við hann, en í raun og veru dæmi ég sjálfa mig rosalega hart. Þetta er rosalega sterkt, skilur, þú veist, af því að þetta er þitt val. Guð var til staðar, en þú bara hugsaði í mannlegu mæti, Guð getur bara ekki þótt vænt um mig, ég er svolítið skíthæll. Og þá náttúrulega ertu búin að missa trú á náðinni. Þú getur ekki haft trú á meðan þú trúir ekki, sko.
að það sé fyrirgefning. Og þá í raun og veru, þarna var ég í raun og veru bara komin út í að réttlætasta verkum, sko. Og þess vegna, sko, finn ég engan kraft til þess að standa aftur upp, sko, í raun og veru. Að ég meðtek ekki kraftin til þess að standa aftur upp, er eiginlega betra að orða það, sko. Já, en þú varst búinn að tala um það að væri búinn að marinera þér, sko, með orðinu, Já. En þú marinera þarna sem sagt með fordæmingu. Já. Því að, já. Þarna... Þetta er alveg stórkostlegt að hlusta á þetta, sko. Já. Ég held að þetta sé líka eitt af þeim atriðum sem að óvinurinn berst hvað mest fyrir að við skiljum ekki, það er náðin. Já. Af því að í náðin er krafturinn fyrir öllu, sko. Ekki bara það þegar við komum og tökum á móti Jesú til þess að meðtaka fyrirgefninguna, heldur líka að til þess að öðlast kraftinn, bara alla blessanirnar, sko. Já. Heyrðu, en þú heldur áfram að slást þarna einhver ár eftir þetta? Já, heldur betur og þarna í raun og veru tekur við rosalega mikið myrkur í mínu lífi, sko. Og þarna, það líða alveg þarna 6 ár þar sem að ég er bara bundinn áfengi og fíkniefnum og í raun og veru þessu líferni sem því fylgir, sko. Og þráði alltaf aftur þetta líf, sko. Og reyni svona inn á milli að standa einhvern veginn upp og kíkja á samkomur og annað en alltaf það sama í raun og veru að það var mjög algengt ef ég kæmi á samkomu eða eitthvað þá brast ég bara í grátur og þú veist, iðrunin var mikil en trúin var engin, sko, á náðinni. Það er einmitt, sko, það er ekki nóg að bara iðrast, maður verður líka að trúa. Og þarna, en það er auðvitað svona að sjá þetta tilbaka núna, sko, en þarna var þetta í raun og veru, ég skildi bara ekkert af hverju og þarna er mikil barátta í mínu lífi einhvern veginn og náttúrulega á sama tíma þá er þetta líka val oft það að drekka. Þú tekur náttúrulega ekki á okkur frjálsa viljan. Nei. En nú er alveg öruggt mál sem sagt að það er alveg 100% öruggt að það er fullt af fólki sem er á sama stað, hefur verið á sama stað og svoleiðis sem sagt að skilur bara ekki, sko. Hvað gerist í þínu lífi að þú verður gegnumbrot? Veist þú kannski eitthvað um það, Óli, eða? Hans lífi. Hans lífi? Hans, og þetta er náttúrulega best sjálfur, en hann var náttúrulega bara búinn á því. Þetta var orðið rosalegt myrkur sem hann var í. En ég held að grundvöllurinn að þessu öllu, að við báðurum hérna, við eigum svolítið sameiginlegt nefnilega. Og það er bara fólk sem var í kringum okkur að biðja. Og það eru foreldrar hans. Þá kemur bænin aftur. Já. Og þetta en af hverju virkaði hún? Þau herjá, ég er mjög minnistætt fyrir 3 árum síðan þegar ég var að koma hingað, titrandi og skjálfandi hér, gjörsamlega búinn á því, það er nú ekki nema 3 ár síðan. Frá Svíþjóð? Já, frá Svíþjóð líka. Og ég hafði hitt foreldrar hans þar úti og þau bóðu mér oft í heimsókn til sín, sko. Bjóðu í Uppsala á sama stað þau voru á þeim tíma. Og báðu fyrir mig og ég veit að þau eru búin að biðja fyrir okkur, biðja fyrir sama lengi. Svo hitti ég pappa hans fyrir 3 árum síðan og þá var samúðurinn mitt að koma inn í að reyna enn einu sinni. Hann tóldi hann ekki lengi við inni af því að það var rosalega fíkn í honum líka og hann var mjög ör og ég man alltaf eftir þess að ég... Og reiði bara. Já. Mikil reiði. Og reiður, já. Út í þig þá? Já, ég raun og veru bara... Það náttúrulega er mikil bara reiði sem að fylgir í raun og veru þessum lífstíl, sko. Já, það var hann meina, hann var reiður. Já, bara ég sjálfur. Ég hitti pappa hann sem er náttúrulega rólegur og yndislegur maður, hann Jón og Kristbjörg móðir hans, sko. Ég hitti Jóni mitt uppi á meðferðarstaðnum og ég hafði rosalega trú að Samúel var nú væri þetta komið, sko. Og ég man að ég stóð fyrir utan... Á meðferðarstað hvað? Ég er ekki alveg fylgjast með. Var það þá komin í meðferð? Í meðferð, hann var að pröfa. Að pröfa, þetta var áður en þetta gegnumbrotið kemur. Og þá einmitt sagði pappa, sko, ég sagði, núna, ég trúi, sko, að nú er Samúel kominn, sko, þetta er sko bænasvarið. Og hann horfði svona með augunum á mig og sagði, heldurðu það? Já. Hann var einhvern veginn ekki alveg á sama máli og ég, sko. En þau hafa en það sem hann horfði á var nú ekki uppörvandi. Nei, og en samt sem þau hafa aldrei gefið upp vonun og það er það sem er svo yndislega þessu hjón. Það er þessi bæn, þessi gríðarlega kraftur sem er í þeim báðum. Og þetta er það fólk sem stendur hvað mest á bakvið United Reykjavík. Ég segi það oft, sko, við skulum ekki alltaf horfa á þetta sýnilega. Það er ekki allir að rópa á hornum og það er ekki bara þessar samkomur. Og heldur er það líka stólpar sem halda starfinu uppi og þeir sem halda stólpana meðan það hriktir í,
Það bara bænafólk eins og þau. Já. Og þau biðja fyrir samkomu. Jón kemur stundum inn á bænastund hjá okkur á samkomunum og hann bara með það alveg, hann bara Guði búinn að segja honum það sem gerist. Hann bara kemur fram með orð sem hann trúir sér frá Guði og þetta er alltaf það sem gerist á samkomunum. Og af því þau eiga svo rosa stöðugt og fallegt samfélagi Guð í gegnum bænin og hafa alltaf átt. Og það er bjargað í mínu lífi, ég veit það, því þetta fólk beðið svo mikið fyrir mér að gegnum tíðina. Þau kom alltaf inn á réttum tímum þegar ég þurfti á því að halda að ég var erlendis. Og það var alveg sama hvaða tíma ég hef verið að skoða myndir bara líka síðan út í Svíþjóð sko. Þú veist, fyrir mér var þetta náttúrulega bara eins og draumur sko, aftur í tíman. Svo óraunverulegt þessi 10 ár sem ég var í burtu og sem ég hef nú sagt frá áður og alveg hryllilega erfitt. En ég trúi því að eins og með Samúel, það gerðist eitthvað þarna sem að virtist vera algjör gegnumbrot eins og hann hafi opnað hjarta sinna að taka móti því sem Guð hafði fyrir hann. Og auðvitað þetta er svo sterkt þetta með sem hann sagði með valið. Þetta er bara miklu meira, við segjum oft á samkomu sko, að þetta er svo mikilvægur hluti að við skiljum. Að þegar að syndin kemur inn í heiminn í byrjun, bara í byrjun biblíunnar kemur þetta fram. Guð skapar okkur í sinni mynd til að eiga samfélag við okkur. Og í sinni mynd þá gefur hann okkur viljan líka, frjálsa viljan til að velja hann og hafna honum. Og það gerðu Adam og Eva. Og það eru við að berjast við hann í dag. Og það stendur í orðinu að sko að hurðarhúnninn hann er þín megin á hurðinni. Hann ryðst ekki inn í lífið. Og þetta er sama leið og Samúel tók ákvörðun. Guð bara vertu velkominn í lífið. Hvenær var það? Heyrðu, já, svo sem sagt gerist það í kringum desember 2011 að ég kem hérna heim, var komin aftur út í Svíþjóðar hérna aðeins og kem svo aftur hérna heim og byrja að fara aftur á samkomur. Hvar þá? Bæði upp í UNG og svo byrja ég að fara á samkomur einmitt í United. Sem var það byrjað? Já, sem var þá nýbyrjað sko. Það var ekki bara nokkri mánuði sem það byrjaði þá í hóli. Og fer í raun og veru líka inn í AA-samtökin og byrja þar að vinna spor með sponsorinn og já, ég sko, þegar við vorum að tala um þetta áðan sko, hvaða er einmitt sem að gerist sko, það er líka sterkt hjá mér sko, hvernig sko, hvað ég finn þegar ég kem inn í United Reykjavík, það er einmitt sko, þá eru þeir strákarnir sko, að Óli og Baldur og fleiri, það er svo mikil áhersla á kærleikann að ég gat ekki annað einhvern veginn heldur en fyrir ekki, ég hoppi svona yfir í annað, ég bara verði einhvern veginn að sjá sjónar, að festa sjónarnar á kærleikanum og á náðinni. Já. Og það einhvern veginn, þarna var þetta svona grundvöllur sem að ég gat, þarna gat ég raun og verið ekki haldið áfram að dæma mig sko. Af því að einmitt sko slagur í United Reykjavík er elskum fólk til lífs og við dæmum enga. Og svo það virkað á þig þetta sem er sýnin þeirra. Já. En þú ert líka sannfærður það sem sagt að hafa unnið sporin. Já. Að það hafi líka verið svona vinna. Rosalega stór þáttur í því sko. Klálega. Og ekki skrítið því að þau eru náttúrulega gefin af heilögum anda. Já, alveg klálega. Það er ekki spurning, en alveg saman hvort að menn hafni því, það er þannig. Við erum allan að því. Nei, þetta er, og ég held að séu nú allir menn sammála því að sem sagt 12 sporin og AA-samtökin eru gjöf frá Guði. Hvernig sem þeir skilgreina hana aftur á móti. En þér finnst það sem að það hafi verið eitthvað sem að þú þurftir á að halda ásamt því að taka móti náðinni sem er náttúrulega ekki hægt að lýsa og þess vegna getum við ekki lýst henni. Nei. En sko það gerist einmitt og sporin er einmitt svo yndislegt verkfæri til þess að meðtaka í raun og veru kraftinn frá Guði til þess að vera edrú og til þess að lifa réttu lífi. Bara í svona litlum þrepum, það sem er farið með því. Og þannig hleypur Guði markvisst af. Sko. En þarna sé ég líka sko hvernig þetta í raun og veru ef ég lít tilbaka ef ég hefði verið í AA-samtökunum á sínu tíma og þegar ég átti þessi tæp 4 ár þar sem ég var edrú og var á fullu í trúnni að þá ef ég hefði þá lifað eftir sporunum að því að þau passa einmitt er svo góður rammi upp á að vera markvisst með kraft Guðs í lífinu á hverjum einasta degi að þá hefði hlutinir ekki farið svona. Nei, það er líka verður að átta sig á því að fíkill er hel sjúkur
og fíkill náttúrulega búinn að skreita sig náttúrulega með ýmsum hlutum í ár og áratugi og sporun náttúrulega hefur verkfæri til þess að taka til í sálinni. Þó svo að andinn, þó svo að þú tekið móti sko náðinni gegnum andan, það vantar ekkert upp á það, þá samt sko fullt af drasli sem þú ert að burðast með í sálinni sem þú vinnur markvisst niður með. Rosalega þetta flott. Ætlaðu að gera þetta í draumasetrinu? Já. Lofarðu því? Já. En bara amen við því sem þú varst að segja mitt að sko eins og Páll talar að vinna sáluhjálp okkar með ugg og ótta. Það bara nákvæmlega það sem sporin gera. Nákvæmlega. Og þetta allavega, þetta minn vitnisburður einmitt, að þú varst nú einmitt að spyrja að bara hvernig Guð hefur gjörsamlega kippt mér út myrkrinu bara með sinni náð og sinni gæsku sko. Og ég alveg ofboðslega þakklátur fyrir það í dag og ég hélt að þetta væri alveg sko, þetta var eitthvað sem ég dreymdi í raun og veru. Það var að eignast aftur þetta sem ég hafði átt þarna í nokkur ár, 3-4 ár. Og ég hélt að það væri alveg horfið sko. En Guð nefnilega ekki búinn að gefast upp þrátt fyrir að við gefumst stundum upp. Og það er í raun og veru sem ég vil láta standa upp úr í vitnisburði mínum sko, að Guð gefst ekki upp. Það er bara þannig. Og það er einhvern veginn, þegar ég líti yfir tilbaka, þá sé ég sjálfa mig veljandi, takandi rangar ákvarðanir og gerandi mistök eins og við erum öll. En mismikið bara, mismikla vitleysurr. En Guð í raun og veru bara með gæsku sína á kantinum að bíða og þráði að fá að hjálpa mér. Þetta var gott að fá að heyra þetta og svona rauði þráðurinn í gegnum þetta sem sagt það að Guð gaf okkur frjálsan vilja og hann er alltaf til staðar en það er lítill vandi að vera í eigin mætti og taka rangar ákvarðanir. Þetta er stórkostlegur vitnisburður og það er bara svo gaman að sjá hann vaxa líka því að þarna kemur enn á ný líka. Er þetta ekki svolítið svona ávöxtur af þessu starfi United? Er það ekki, getum við ekki sagt það? Ég vil að við eigum það. Já. Nei, ég meina, akkur þarf að vera eitthvað feimni yfir sannleikanum stundum. Akkúrat, og það er akkúrat sko Samúel er bara gott dæmi um það. Að því auðvitað er þetta það sem við þráum að sjá alla þá einstaklingar sem kom inn. En hann á líka grunn sem hann gat byggt á. Hann hafði alveg gríðarlegan bæna hér. Og við reynum að muna það í United, þá kemur fólk fram og frelsast og eignast nýtt líf. Og við pössum okkur á því að við erum kannski að fá að njóta ávaxtana af gróðursetningu og bæn annarra. Við þurfum að muna það. Og við skulum líka muna það þegar við erum að tala til fólks. Þó okkur finnir stundu vera svolítið grýtt og jarfi og sem við erum að sá í. Við erum með erfiðan akur, það er alveg klárt mál. Og mörg fræin þeytast sko til og frá. Áður en komast í jörð til þess að fá okkur vöxt. En ég held að United starfi, gaf mér svolítið góða sýn á þetta sko, að ég talaði um það, ég nota þetta mikið núna, þegar fólk er að biðja að skýra þessar hluti samvætti við af hverju kemur svona mikið fólk í United, af hverju finnur fólk sér svona velkomið þar. Og ég var að segja sko frá því að ég er rosalega blómakatt sko, ég elska blóm, ég er með svona græna fingur, ég vildi óska að ég geti gert meira af því. Og það ég man þegar að mamma var að kenna mér í gamla daga að setja niður alls konar fræ og það var meðal svona baunagaras og svona. Það óx mjög hratt sko. Og þá var hérna svo vökva og passaði alltaf út í glugga og það gerði ég sko. Og síðan byrjaði blómið að koma upp og það var ekkert orðið svo mjög stórt sko. Þá fór að koma alls konar svona græn blöð í kring. Og svo mamma sagði að þetta væri kallaðar arfi eða ógressi sko. Og það þyrfti síðan að fara burtu. Hún sagði mér að bíða aðeins með það. En mér fannst þetta svo ljótt, þannig ég byrjaði að rífa arfan í burtu, strax. Og það sem gerðist var að arfinn var í svona mikla snertingu í rótina, þannig ég tók rauð baunagrasið upp með arfann. Nú? Já, og þá sem sagt var það bara búið spil. Já. Og þetta er svolítið lýsandi fyrir okkur í United. Við leyfum þessum arfa að vaxa, þá til að rótin hefur fengið rótaskot til þess að halda þessu að það þolið að arfinn sé rifinn í burtu. Og ef þú sér þetta í mynd fólks, að fólk er að koma inn í kirkjuna, er að koma inn í okkar starf með alls konar hluti í sínu lífi, sem við í okkar persónulega og orðið segjur kannski líka, er ekki alveg eins og það á að vera. En ef við ekki að leyfa, sko, þetta við notum A-sporin gríðarlega mikið og í A-bókin er talað um hlutina að þetta er ekki, þetta er ekki áróður, sko. Þetta er aðlögun. Þetta er aðlögun.
Við verðum að leyfa fólki að aðlagast í, skilur. Leyfum svo Guði að koma og taka burt á hluti með þeim hraða sem hann vel að það sé gert. En við erum stundum svolítið að flýta okkur að reyna að rífa arfan og lífi fólks sem verður bara sárt og erfitt og fólki týnist til liðar. Það finnur sér dæmt, það finnur sér að það sé verið að dæma þau hvernig þið eru. Við elskum fólk til lífs, við elskum þetta. Kærleikurinn, Kristur kærleikur, Jesús kærleikurinn, Guð kærleikur. Ef þú boðar kærleika þá boðar hann. Svo sem þið ekkert að pirra ykkur út í það þó að fólk reiki og fari í bíó. Nei, og það við finnum stundum, ég get sagt að við fundum með þess að áfengi og allt, tómar bjórflöskur og allt inn á klósettunum á samkomunum. En þú veist, þá fólki allavega þarna inni. Þarna vonin til að sitja í hjarta þeirra. Við erum með löggjöf sem svo yndislega góð og ég held ég bara fram eins og albesta sem ég bara heyrt núna til marga ára, sko, og yndislega smurr löggjöf. Og Þið myndu aldrei henda neinum út? Nei, aldrei, og það hefur aldrei gerst. En nú hefur fólk komið undir áhrifum og svoleiðis og það er bara þeirra aðlögun. Já, og þetta sama með eins og hefur sýnt sitt eins og með Jón þegar hann kemur niður í dyr og það hefur kannski verið til að hann upplifa að það sé svona einhver barátta sem verði í kvöld, sko, við finnum það í bæninni, það einhver barátt í gangi og þá oft bara fólk að koma með. Það til fólk hérna sem búin að vera með einhverjar rúnir og einhverjar djöflabænir og alls konar bara leitandi, það bara veit ekki, leitandi að brjóta niður, en hérna Guð sterkar en þetta allt, sko. En á sama tíma við erum að gera okkur grein fyrir því. Að við erum með viðkvæmar jurtir, við erum með viðkvæmt fólk í höndunum. Og þessna, og ég finnst þetta að vera svolítið lýsendæmi og ég tala þetta svolítið líka til kirknanna, sko, að ég geri það. Ég líka ekkert á því að við erum að vera staðföst í sem við erum að gera í Guðsríkinu. En þetta held ég sé rosalega góð mynd. Vittu við, hvað varst að segja núna? Nei, ég er að meina, sko, að þetta svolítið mikilvægt fyrir okkur. Ef við ætlum að sjá kirkjuna vaxa, ætlum að sjá fólk koma inn í Guðsríkið, að þá verðum við að hafa þetta aðlögun en ekki, sko, áróður. Og við verðum að koma fram með kærleika Krists og það opna leiðina. Og þetta sem ég var að reyna að lýsa fyrir ykkur og vona að fólk sjá það fyrir sig með plöntuna. Þetta ákvæmlega það sem við erum ofta að gleyma. Við viljum rífa þetta af allt fólki. Það alls konar hluti í lífi fólks og við verðum bara að byrjum á því að elska fólk. Það opna leiðina í hjarta þeirra til þess að Guð komi stað, til þess að breyta. Ég með fullt af hluti í mínu lífi sem ég þarf að berjast við. Ég rosalega glaður í dag og föstudaginn var ég kannski ekkert sérlega glaður. En trú mín, hún haggast ekkert við það. Nei, þó að ég verði stundum undrandi á Guði, akkur hann ekki búinn að koma með það sem ég talaði um. Sem þú heimtaðir. Já. Heyrðu, við þurfum að tengja saman United og Draumasetrið. En viljið þið hugsa það mál með ég fæ næstu lofgjörð? Já, endilega. Fáum lofgjörð og svo komum við með Draumasetrið. I can feel your heat.
Komið sæl aftur, þú ert að horfa á Kvöldljós, Ragnar heiti ég og þeir hérna hjá mér, Óli og Sammi. Og við höfum verið að strauja svona í gegnum svona líf alkoholismans eða fíkilsins og við erum búin að draga það fram að þetta er rosalegt afl. Eins og þú komst á orðið, þetta er sterkar en móðurástin. Það er því fullt af mæðrum að því það er svo sterk mynd, við erum ekki að fordæma mæðurnar, þetta er svo sterk mynd að foreldrar geti yfirgefið börnin sín. Og sama hátt er náttúrulega yndislegt að foreldrar þínir, þeir báðu alltaf fyrir þér, sama báðu gerðir af þér. Svoleiðis en þetta er rosalegt afl. Þessi fíkn, hún er alveg ótrúlegt og það er náttúrulega löngu búið skilgreinandi sem sjúkdóm. Og getur eiginlega ekkert verið neitt annað, en það er til lausn, sem að hún er svo öflug að það hefur sem sagt aldrei, hún hefur ekki klikkað hjá neinu sem einharðlega hefur farið eftir þessu. Þessi spori. Já, það hefur ekki klikkað, nema fólk sé veikt á geði eða krónískir legarar. Það er líka svolítið erfitt líka uppdráttara því þetta byggir náttúrulega á... Geti ekki verið heiðarleika hvort sjálf sér. Nei, þetta byggir svolítið á því að... En það er Guð líka máttugur. Þarna er verið að tala reynslu, bókin er skrifuð að reynslu, en hérna Guð er engin hlutur við vitum það. Og það er akkurat sem ég langar svolítið að koma inn á, því við tölum oft rosalega mikið áfengi og fíkniefnin. Við gerum það og það er af skiljanlegum ástæðum, þetta er gríðarlegur fjöldi sem er að lenda í þessu og hver einasta fjölskylda nánast í þessu landi þekkir einhvern eða tengd einhverjum eða orðið fyrir barðina á þessum sjúkdómi. En síðan er það líka, það er þar er neyslan, en það er tilfinningu á það sem alkoholistinn og fíkniefnin er að upplifa, er bara fullt af fólki að upplifa, ódeyft. Þá er ég að meina bara kvíðan og óttan og hræðsluna og vanmáttarkenndina sem er í lífi fólks í dag. Þetta er bara sjúkdómur ársins þessar síðustu ára hérna á Íslandi. Og þetta er alveg, og fyrir okkur, við eiginlega ekki að setja fólki í negin hólf þegar kemur að þessu. En á samkomum, það er ekki síður þeir sem er ekki að berjast við áfengi og fíkniefni sem koma til okkar. Við erum kannski að tala þetta er kannski 60-40 og svo sé þannig bara í okkur. Já, það er bara því að við tökum á þessu svona, skilurðu, en það eru til fleiri þættir þar sem fólk hefur komið hérna og sagt hvernig það hefur markvisst rifið sig niður og það var engin vímuefni eða neitt í því. Fólk er fullfært að gera það, gjörsamlega ganga frá sér. Þannig að það liggur í jörðinni og svo heldur áfram að sparka í sig endalaust, bara með þessu sama sem að stigsmur af því sem þú sagðir, skilur, það er bara að rífa sig niður, er ekki verðugt, snáða Guðs, svoleiðis að það er, en nú erum við að tala þetta hérna, dæmi, það er bara alveg endalaus svipa og bara haldið áfram. En við erum einbeitt okkur að sjálfsögðu af þessu fólki. En bara það sem að neyðin er náttúrulega, og við erum að tala um það. En nú getum við þó einangra okkur á því sem sagt að draumasetrið, við fórum að heimsóttu hérna fyrir nokkra vikur síðan af því mér þótti þetta svo áhugavert það sem er að gerast og ég skildi þetta ekki. Ég bara hugsaði, hvað er að gerast? Það er eitthvað sem ég skil ekki. Þú ert allt í einu komið með 1000 fermetra 3 hæða hús á fullum eða innrétta það fyrir fólk sem að vantar áfangaheimili. Ég reyndi að ná þessu með því að heimsækja þig, ég er ennþá með fullt af spurningu sem ég nægi ekki eftir. Ég líka. Hvernig er þetta? En byrjum á því, hvað er draumasetrið? Þetta hús á frábæru stað, 1000 fermetra, hvað mörg herbyggi? Það verða 40. 40 herbyggi, kaffihús, 200 fermetra kaffihús. Skilur, þetta lítur að vera draumastaður fyrir fólk sem vantar áfangaheimili. Og ég segi við, hvað liggur á betur, akkur er þetta allt í hennu komið upp? En draumasetrið er náttúrulega orðið, það er líka þarna eiga draumarnir að rætast. Að sjálfsögðu. Til þess að stíga út í lífið. En hvað er draumasetrið? Draumasetrið er semst áfangaheimili sem að United Reykjavík er með, stendur við. Já, líknarfélagi sem á það. Og þetta er líknarfélag sem stendur á bakvið þetta. Og það sem gerist er að við vorum að hjálpa fólki í gegnum United-starfið, mjög mikið. Og hjálpaði þeim inn í félagslega kerfið og hjálpaði þeim að vinna sín máli. Og það vantar áfangaheimili. Þá kemur ljós að það er bara fullt af fólki á götunni. Og við vitum að það er fullt af fólki á götunni. Ætli sé ekki svona 300 mann sem ganga götunni í dag og ekki heimili. Þannig að við förum á stað að skoða hvað við að gera. Það var ekki búið ákveðin í húsnæði. Við erum bara 10 mínútur eftir. Já, og síðan við bara Guð leitt þetta áfram, það kemur hlutir, við förum að tala saman, það er fólk sem er að hlusta, við séum fólk sem er ekki inn í kirkjunni og fólk sem hefur kannski frekar haft
svona annan dóm á fíknefna vandanum og áfenginu. Bara aumingjörskapur? Já, pínlítið sko. Og svona fólk heyrir og síðan leiðir Guð fram að allt í einu bara komið hús. Einn daginn stóð ég fyrir framan Geturðu sagt okkur það, hvernig það kom? Geturðu það? Já, við hún með húsið. Já, við ræddum mjög mikið saman. Elín Arna sem hefur verið þarna mikið, sem þú hittir nú þegar þú komst niður í þig. Já, og virtist vera þín hægri hönd eða vinstri hönd, hvernig sem á það eða báðar. Já, eða báðar. Og hún við ræddum mikið saman, við ræddum saman í síma og töluðum mikið þetta og höfðum bara hvað getum við gert. Þið þetta sömu ástríðu? Já, og hún á þetta hjarta alveg eins og við höfum. Þetta gríðarlega hjarta fyrir þessu fólki, þetta er hennar draumur til margra ára að fá að aðstoða við þetta. Og það er manneski sem í lið hennar, yndislegur maður, yndisleg hjón sem eru tengd henni, sem hlusta á þessar samræður. Og hann segir bara einn daginn á ég ekki bara að kaupa þetta hús fyrir ykkur. Af því við vorum búin að fá augast á þessu húsi. Ég hafði fengið það fyrir mörgum árum síðan. Og augast á þetta húsi og síðan byrjar Guð bara að vinna. Við tökum skrefið. Af því þetta er svo mikilvægt að við verðum að stíga skrefið. Guð notar fólk. Já. Guð tekur ekki skrefið fyrir því. Þú verður að stíga fyrir skrefið og tekur hann 10, 20, 30 fyrir því. Eða berði yfir það. Og allt í einu stóðum fyrir framan þetta hús, samninga gengnir gegn og við komum með húsið. Og þetta er 15. desember í raun sem við getum farið að fara á fullum kraft í því. Þetta er að koma með hús. Já. En illa farið á vinnan. Já, svolítið illa farið. Og alls ekki búið til undir þess starfsemi. Nei, en Guð er alltaf með alla hluti undir stjórn, sko. Og það er einn af þessum hluti sem Guð er bæði svolítið húmórískur í líka. Inn í þessu húsi hafði verið gríðarlegt myrkur. Bara fyrir hálfu ári síðan. Margir af þeim sem að koma inn í húsið okkar í dag er fólk sem búið að vera í þessu húsi áður. Undir allt öðrum kringumstæðum. Í bullandi neyslu. Og þetta hús var notað og var bara myrkrar bæli og bara þvílíkur myrkur. Var fólk í neyslu þarna og vitleysu. Og Guð tekur, og þetta kemur enn á ný sem við tölum út á hverju samkomu. Guð breytir myrkri í ljós. Hann tekur dauða í líf. Og það er það sem hann hefur gert inn í þessu húsi. Og draumasetrið er áfangaheimili sem fólk getur komið, sem að koma úr meðferðum. Og við hjálpuðum að stíga skrefið. Margir eru að koma beint af Vogi, sumir koma með þess að beint af götunni, en hafa náð tíma. Og við reynum að sýta fólki í svona, það er alltaf morgunfundir, það er þessi almenna dagskrá og svo reynum við að mæta þörfum hvers og eins sem einstakling. Hvað eru margir komnir núna inn? Það eru komnir 22 einstaklingar inn núna og það eru 22 herbyggi klár. Og ef leið og eitt herbyggi er laust þá er komið manneskja inn. Við erum að fá 8 einstaklingar núna bara í vikunni. Það eru að koma 6 frá meðferðarstofnun hérna út á landi og það eru 2 aðrir sem eru að koma hérna inn núna. Og í raun erum við búin að fylla húsið fyrir löngu síðan. Og þessi sjúkdómur er náttúrulega rosalega óvæginn og fólk þarf helst að komast inn strax. Við talaðum það áður að það kostar 100.000 að senda mannin á Vog í meðferð. Kostar bara 100.000 og kemur út og hvergi heimili og þú ert bara dottinn í það aftur. Fjárfestingin er farin. Já, og við erum komin í prósentölu í edrúmennskunni sem er bara óásættanleg. Svo orðið að tala um það, þá er Draumasetrið með fyrirmynd módel út í Bandaríkjunum sem hefur virkað vel. Já, Dream Center, við náttúrulega horfum rosalega mikið til þess. En hugsjónin, sem sagt, þú ert búin að segja hvernig þú fékkst húsið, það er sem sagt einhver velgerðarmaður sem sér það að þið geti gert þetta og líka það að húsið á að geta staðið undir sér eða setrið með því ef það er fullt af fólki, þá á þetta standa undir sér. Já, sko það sem gerist með okkur var kannski síðast eftir og þegar vorum að tala saman, það var náttúrulega mikið, það er mikið borið í gangi og kannski fólk skilur ekki alveg hvernig þetta virkar. Þetta er áfangaheimili sem er við borgum náttúrulega bara á leigu til húseiganda sem er eðlilegasti hlutur í heimi og allt það. Svo keypti húsið til þess að geta leigt ykkur þetta? Já, og síðan og við erum náttúrulega á góðum kjörum þar og hann er mjög hjálpsamur í öllu sem hann hefur gert. Og rúmlega það. Já, og rúmlega það. Og síðan kemur fólk að inn og borgar leigu fyrir herbyggi. Er borðað það sjálft eða? Já, eða það er stunduferðið gegnum félagslega kerfið en það hefur ekkert með okkur að gera að þegar það kemur að fjármálum Draumasetursins sjálfs að þá er það ósköp einfalt, það er bara inn tekjur í gegnum leigu og út tekjur í gegnum fyrir leigu og rafmagn og hita. Svo þess að fastin, að reksturinn er eitt? Já, húsið með United starfi og allt það, Draumasetur er alveg bara sér eining sem á bara standa undir sig sjálf að þessum hluta. En þá megum við ekki gleyma þjónustunni sem þarf að koma inn í húsið.
og það gegnum starffólk sem þarf að vera á launum þegar að framlíða stundu. Við gerum þetta allt í hjálparstarfi í dag. Og Hvað er alltaf að fá peninga fyrir því? Við höfum aldrei fengið auðra frá ríkið að borg. Og hérna, það var svolítið skondið, það var svolítið gaman að ég hringdi frá Reykjavíkurborg og ég vildi tala við velferðarstjórann þar. Hún sagði það og vildi bara vita hvað ég vildi tala og svona, og ég var að segja að ég var opna áfangaheimili og hún fór að tala peninga. Það virðist að vera rosalega mikið í hjarta fólks, sko. Þú farið enga peninga í okkur fyrir þú búin að starfa í einhvern mánuð og ég sagði ég hef ekki beðið neina peninga. En fólk alltaf fast í þessu. Ástæðan fyrir því að við erum að gera þetta svona, við viljum sýna fram á að við höfum hjarta og vilja og styrk til þess að gera þetta. Hafið þið þá ekkert verið að fá neina styrk til þess að gera þetta? Nei. En hver hefur þá gert þetta? Við höfum bara borgað sjálf, farið í fyrirtæki, fengið 20 lítra málingu hér, 100 hér, 20 hanglaðir, smá milliveggjaefni og við fengum líka inneign með húsinu, frá húseigandanum. Þessi velgerðarmaður, til þess að geta byrjað að fara á stað. Til þess að þurfi ekki að vera Guð er svo bara kemur inn, við biðjum og við leitum Guðs. Ég get nefnt þetta með bænastar Guðs, það er bara, og núna á föstudaginn þá lentum við svona svolítið komið þingslið og ég segi fyrir sjálf á mig, mér fannst eins og ég var að keyra á vegg, sko. Þá minnist ég alltaf stofnandann af Dreamcenterinu, hann sagði þegar þú ert alveg að gefast upp og getum við alltaf borið þig lengur, að þá veistu að þú ert á réttri leið. Og hérna, þetta er búið að vera erfitt. Ég er nú búinn að koma þarna og horfa á þetta, sko, þú hefur ekkert fengið samið, þú hefur verið að vinna þarna þessar undan vikur, hættir bara í því sem þú ert að gera og ert bara komin í sjálfboðaliðastarf. Það hefur ekkert verið neitt mjög mikið af... Nei, það fjölgar núna. Ég finna litla gula hænan, hún fann fræ. Það var fræ. Svo í lokin var það orðið góð ilmskaka. Og nú er það að koma bökuna lykt, en það hefur að fjölga. Svo þú ert að fá sjálfboðaliðarninn. Já, þetta var nú meira grín. En hérna, jú, það hefur verið þannig. En við höfum þurft náttúrulega hluti, þetta er dýrt, þetta er miklu dýrar heldur en við kannski gerum okkur grein fyrir. En við verðum að átta okkur á því, sem sagt að fólk, við alveg eins og Sammi var hérna, þó að hann var komið fullt af heilögum vanda, þá var hann með fullt af skynjunum og fólk er með skynjanir. Það er búið að fullt af heimilum, eða fullt, nokkur heimili, hafa farið illa. Vegna þess að forstöðumennirnir hafa einhvern veginn farið út af sporinu, fjármálin hafa ekki verið gegnsæ. Er eitthvað að því að spyrja, skilurðu hérna, af hverju gæti þetta ekki gert hjá þér? Jú, ég skilur það rosalega vel. Hvað ætlar þú að gera til þess að gera þetta? Ég hef kannski verið svo sem ég vil að þessi hluti sé algjörlega á hreinu. Við komum ekki nálægt fjármálum sem er komið að þessum daglega rekstri hússins. Hvað sér það? Við erum bara með bókhalds- og endurskoðanda fyrirtæki sem gerir það. Já, og það er bara alveg galopið. Já, það er alveg galopið, en það átti bara að vera inn og út. Og við erum með byggingarsjóð sem er alveg sér. Og það er bara opið líka. Já, það er algjör opið og setur það bara að sjá sér sjálft og síðan við náttúrulega förum inn í kerfi borgar og ríkis sem er samkvæmt bara reglugerðum og lögum landsins. Við vissum nú ekki einu sinni það þegar við fórum á stað. Að við hefðum ykkur tök á því. En þar er náttúrulega hlutin að því við gleymum stundum að hugsa með þau að borga laun. Já, þið glemdu því. Það er ein mínúta eftir. Já, og það hefur við bara gert núna og Guð hefur bara mætt þörfum okkar. Á laugardaginn kom maður labbaði inn, skoðaði með okkur í kringum húsið, fannst það stórkostlegt að sjá þetta. Ég vissi hver hann var og Guð hefði oft stoppað mig af að tala við hann og ég vissi aldrei út af hverju og þegar hann labbaði út þá sneri hann sig við í dyrun og sagði mér að fara í tölvun og skrifa niður allt sem okkur vantar. Alveg sama hvað það heitir. Sturtuklefa, klósett, vaskar, gólfefni, flísar, loftefni, málingu, þéttiull, hvað sem er. Skrifa þetta miða og ég skal útvega þetta og ég gef ykkur þetta. Og þetta er akkurat það sem Guð gerir. Stígum eitt skref og tekur hann 10. Farðu fram krónuna og kemur hann með 100.000. Og það er akkurat það sem við höfum gert í þessu. Við treystum Guði 100% sem að gera. Eins og ég sagði við þig, oft erum við undrandi, en við missum ekki trúna. Guð hefur búinn að taka þetta svo langt og það er yndislegt að sjá 21-22 einstaklingin í húsinu, svolítið á rú og stúinu á fyrstu hæðinni, glaðir að hafa heimili og þakklátur að fá að taka þátt í, kannski taka pensil og strúka 4-5 strókur, skiptir ekki máli. Bara að fá að vera með í uppbyggingu og við trúum að þetta er byrjunin á rosalega stóru dæmi sem þetta verður. Ég sé full ástæðu til þess að biðja Guð að vera með ykkur. Það er mjög mikilsvert. Takk fyrir það. Og þið verðið að sækja í hann. Af því að þið eru í svo mikilsverðu starfi og það er svo mikið í húfi, svo ég bið Guð að blessa ykkur. Takk fyrir komuna. Takk. Þakka ykkur fyrir að vera með okkur. Ég bið Guð að blessa þig og býð þig góða nótt.